Alessandra, þú mættar yfir til Sviss, hvernig er að vera mætt hingað yfir? Bara mjög gott. Ferðalagið í gær gekk bara vel og bara gott og loksins komin. Mættu á hótelið í gær, hvernig var það? Mjög flott hótelið. Þetta er bara, já, til fyrirmyndar allt. Maður sá myndir á þessu hóteli, þetta var bara svona, þetta er svona eins og bara á einhverju málverki eða eitthvað, er þetta svolítið þannig í persónu? Já, þetta er eiginlega bara flottar í persónu, en þetta var á myndum. Ég svona sá myndirnar og ég bara, ok, þetta er bara gegja. En svo komaður, þetta er bara styrla flott, sko. Hvað eru þið búin að vera að gera eftir að þið komið til Sviss? Komið svolítið seint í gerð, ekki? Jú, en við fórum í vatnið og aðeins að kæla okkur þar og borðum geggjaðan mat sem Ylva var búin að græja þegar við lentum og þannig að svo sem ekki mikið meira en það, en svo bara chilla. Bara að taka æfingu hérna, fyrsta sinn á æfingasvæðinu, hvernig er völlurinn, hann góður það? Herru, já, bara geggjaða völlur, bara allt í toppstandi hérna. Einhver vísna góða móttökur þegar þið mættið hérna á æfingasvæði, hvernig var það? Já, ég var nú ekki búist í þessu, þetta var bara mjög skemmtilegt. Allir að klappa fyrir okkur þegar við mættum út í rútinni og þannig að það var bara mjög gaman. Allir hérna á sæðinu mjög spenntir að sjá ykkur, mjög gaman að fá svona móttökur, óvænt eins og þú segir. Já, óvænt sko, en bara sýnir greinilega mikið stemming fyrir þessu öllu og fyrir mótinu sjálfu. Mættu Serbíu núna á dögunum, sá leikur bara góður 3-1 sigur, hvað fannst þér þann leik? Og mér fannst við bara sérstaklega í fyrri hálfleik bara spila ótrúlega vel, byrjuðu náttúrulega bara að krafti, svona án tömumörkum inn mjög snemma, en svo fannst mér alveg skapa líka vel eftir það og já, spila bara óþarf markaskil sem við fengum á okkur, auðvelt að koma í vekk fyrir það, það er áttu 2 skot á marki í leiknum eða eitthvað, þannig að það var kannski svona óþarf að fá þetta marka á okkur, en mér fannst bara ganga vel, svona líka með við bara vera að venjast hitanum og svoleiðis. Fyrsta markið sem við skoruðum í leiknum, að vinnur þú boltan hátt uppi og hlýtur að vera svona ána með það? Já, en svo gerir náttúrulega, ég setti Söndru svona smá út í hot, þannig að hún gerir svo bara vel eftir það, þannig að ég set kredit á Söndru hérna. Varstu ekki nú ána með sendinguna? Jú, bara fínt sko, en hún er eftir að gera mikið áður en að ég gef boltan. Gott að taka sigurinn í Evrómóti? Já, heldur betur, bara kannski að fá svona smá rytma á boltan og fá að spila og halda boltanum og náttúrulega búin að spila við rosa sterka andstæðinga seinustu leiki og seinustu árið bara, þannig að ég ekki að segja Serbía sé ekki sterkur aðstæðingur en bara svona öðruvísi leikur kannski og hann er þá bara flott að ná bara svona smá possession á boltan og fá svona smá tilfinningu fyrir boltan. Komin til Sviss, nú náttúrulega spilaðir í Þýskalandi áður, ertu alveg með þýskuna á hreinu, ertu að tala við starfsfólki á hótelinu á þýsku eða? Nei, ég var svo stutt í Þýskalandi, ég læt Karolínu að tala fyrir mig. Er ekki tölu ítalska líka hérna, hvernig er það? Ég held að tölu ykkur 4 tungumál eða eitthvað svoleiðis, þannig að ég tala ítalskuna kannski frekar. Svona bara í lokinu að leikur um þetta Finnlandi bara eftir nokkru daga, ertu orðin spenntur í leiknum? Já, ekkert smá, bara loksins komið að þessu, við erum búin að bíða af þessu núna í svo langan tíma og eftir að við komumst á móti í fyrra og bara maður búin að vera að bíða, þannig að þetta er loksins komið að þessu og bara ekkert smá spennt. Það er alltaf annað Evrópumótið þitt og svona svolítið breytt hlutverk núna á þessu móti og náttúrulega bara komin í starra hlutverk og svona, þannig að er þetta skemmtilegra núna? Bara öðruvísi myndi ég kannski segja, jú, auðvitað skemmtilegra að vera að spila en mótið seinast fannst mér líka alveg einstakt að vera valinn í fyrsta skipti og fara valinn í fyrsta skipti Evrópumót og svona stóra keppni sko, þannig að já, bara svona öðruvísi skemmtilegt. Takk fyrir þetta, Alessandra, gangi vel.